Lítum á dæmi 913 og svo er þá svona almenni liðurinn, ég ætla að skrifa hann bara, hann er þá 4 mínus, það er mínus 1 í enda á móti n. Nú, í A áttu við að athuga hvort að runan væri takmörkuð yfir í, og það er auðveldara að líta nú kannski bara á þennan hluta rununa fyrst. Segjum bara runan hérna mínus 1 já, í enda, skoðum þennan hluta á móti n er, já, ef við segja greinlega takmörkuð, er takmörkuð. Getum bara að sé það ef við reiknum út nokkra liði og hún er misvíxlin, en með bara einfaldri innsetningu, svo ef við setjum n jafnt á 1, setjum n jafnt á 1, þá fáum við mínus 1 og síðan mínus, þetta verður þá pluss 1 á móti 1. 1. Ég ætla að fullyrða þess að mínus 1 í enda á móti n sé alltaf sé aldrei stærri en 1, við getum orðað það svona. Og skoðum n jafnt á 2, skoðum n jafnt á 2, þá fáum við 1, já. Ef n er 2, þá fáum við hvað? Mínus 1 í öðru er 1 og mínus, það fáum við að mínus hálfan. Skoðum það bara hér. Ef við setjum n jafnt á 3, þá fáum við mínus 1 þriðja. Nei, 1 þriðja fyrirgefið. Og ef við setjum n jafnt á 4, þá fáum við mínus 1 fjórða, 1 fimmti og svo kolla kolli. Við getum skrifað þessa runu hér, mínus 1 í enda á móti n, og það er alltaf undir skilu við byrjum í 1, fyrir því óvandarlega að þetta er ekkert annað heldur en 1 mínus hálfur 1 þriðji mínus 1 fjórði 1 fimmti mínus 1 sjötti og svona út í óvandarlega. Og ég ætla þá að setja hér, því að þetta er aldrei minna heldur en mínus hálfur en aldrei stærri en 1. Og þá getum við náttúrulega ef við bætum einum við 4 pluss þessi hérna hluti eru aldrei stærri en 1, þannig að runan öll er aldrei stærri en 5. Og ef við drögum nú hálfan frá 4, þá fá 3,5. En ef þá ekki bara segja 3. Og auðvelt er að sjá að kölluðu hann ekki eitthvað? Jú, að 3 er alltaf undirtala og 6 er undirtala, nei, yfirtala, svo að runan er takmörkuð. Svona. Nú, ef að þið viljið sannfærast þetta, þá getið þið prófað að skrifa
an stærri eða jafnt og 6 og sýnt að það gengur aldrei, það leiðir til mótsagnar og eins að an er minni en 3 þar að segja an væri hér og séð að það leiðir til mótsagnar bara eins og við gerðum í dæmi 9.1.1 í B-lið þá er aðtöku hvort hún sé ákveðni eða neikvæð, nú eða hvort þá segjum við þar sem 3 er undirtala eða hún er takmörkuð neðan af 3 orðað bara þannig þar sem að runan er takmörkuð neðan og 3 er sem sagt undirtala 3 er náttúrulega stærri en 0 þar að segja að 3 er jákvæð tala þá er runan jákvæð þess að allir liðurinn er jákvæðir þá hefur við svaraði hvort hún sé vaxandi, minnkandi eða misvíxlin og sína áttum nokkuð alveg á því hvað verið að spyrja þá skulum við bara gera okkur svona einhverja mynd af framvindurununar hérna skulum við setja 4 og hérna þegar n er 1 þá fengum við 5 þegar n er þetta er stærra svona, þá fengum við 5 og þegar n var 2 þá fengum við 3,5 og svo þegar n var 3 þá fengum við 3,25 og svo framvegis einhver miðja nema hvað að hún hegða sér svona einhvern veginn nú hér gildir ekki að an er alltaf stærra heldur en an plus 1 og ekki heldur að an er alltaf minna heldur en an plus 1 það gildir ekki því að þessi liður er stærri heldur en liðurinn sem fer á eftir en þessi liður hér er minni heldur en liðurinn sem fer eftir þannig hvort að þessu gildir og hún er ekki heldur misvíxlin hún væri það að þetta var plús og mínus liður til skiptis, þetta er allt jákvætt svoleiðis að ekkert af þessu gildir við segjum þá bara runan er ekkert af því sem talað upp runan er ekki vaxandi ekki minnkandi og ekki heldur misvíxlin alternating svona í D-lið og þá var eitthvað markgildið og þá setjum við þetta bara beint fram við höfðum þetta er þá markgildið þegar n stefnir á óendanlegt við höfum hvað fjarka mínus 1 í enda á móti n og samkvæmt markgildisreglum fá ég 4 mínus markgildið af mínus 1 í enda á móti n nú, þetta er stærst 1 og minnst mínus 1 þetta hérna stefnir á óendanlegt þetta er 1 á móti óendanlega og svo þetta er bara 4 hún er samleitin
runan er samleitin og hefur markgildið 4. Svona.